Gott kvöld. Gott kvöld. Og velkomin hérna frábæru landsöfnun heilbrigðisráðuneytisins. Símasöfnun sem fer fram í ónotari Álmu borgarsjúkrahús. Þjóðin safnar. Og við tökum við framlögum. Og gerum okkur glaðan dag meðan peningarnir streyma inn. Ingibjörg Pálmadóttir, merkisdagur fyrir ráðuneytið. Já, ríkisstjórnin ákvað það á fundi sínum í morgun að strika öll útgjöld til heilbrigðismála út úr fjárlagafrumvarpinu. Einmitt. Það er þjóðin sem á að ákveða hverju við veljum til heilbrigðismála, ekki stjórnmálamennir. Einmitt. Öll viljum við að heilbrigðiskerfið sé í góðu lagi, því öll verðum við einhvern tíma veik. Einmitt. Og þess vegna snúum við okkur beint til ykkar við sjónvarpstækin. Í kvöld betra heilbrigðiskerfi með frjálsum framlögum þjóðarinnar í símasöfnun. Ríkisstjórnin stendur heil og óskipt á bak við þessa ákvörðun. Og þið gott fólk, sérstaklega þið sem eruð veik og farlama eða eigið eftir að verða það. Takið upp veskið og tryggið ykkur gott heilbrigðiskerfi. Mund eftir þínum minnsta bróður. Þótt mammon skilji ykkur að. Dragðu upp veskið, vertu góður. Að minnsta kosti víxilbláa. Það eiga allir aur að gefa, Sem annars yrði eitt í dag. við skulum alla sjúka sefa, með söfnum keppa þessi lag. Söfnum nú öll sem eitt, ástandi getum breytt. Landspítalinn þinn, þú leggst þar bráðum inn. Þú verður skorinn skjótt, skammastu þín nú fljótt. Við skulum safna í Þetta alveg lýgilegt, hlustu á þetta. Þeir opnuðu manninn og hvað haldið þeir hafa fundið í innyflunum? Ég veit það ekki. Gallaða steina. Gallsteinabjálfi? Já, býtum við, svo sauðum við henni saman aftur og opnuðu hann aftur ekki bara einu sinni, heldur tvisvar. Af hverju? Skurðlæknirinn týndi augnlinsana sínum. Það sem stendur í sjúkraskránum er algjört trúnaðarmál. Ég veit það, nefndi ég ykkur nöfn. Ekki vissi að hægt væri að græða heila úr apa í mann. Jú, ég sé nokkuð dæmi um það. En, heyrðu, hérna stendur að þeir hafi fundið hjartalausan mann. En interessant. Og hver er það? Nafnið er dulkóðað. Hér stendur bara hjarta sem að grætti forstjóran, gangi fyrir vistvænni raforku og Landsvirkjun greiða alla reikninga vegna aðgerðan kynna. Fyrirgefðu trufla, er þið nokkuð með sjúkraskrá Finns Ingólfssonar? Það finnur Ingólfsson hinn einu sannig. Já, það má því miður ekki upplýsa. Persónulega, þú skilur, en ef þið eruð með sjúkraskrá ráðherrans, þá þurfti ég rétt aðeins að fá að bæta hérna fánum allir. Já. Nú, hérna. Ég verð að fá hann aftur, ég var ekki búið með hana. Já, ekkert mál. Er þetta alvarlegt? Nei, bara þetta venjulega bankaræpa og hálendis höfuðverkur. Af hverju ekki að njóta þess sem stendur í sjúkraskránum fyrst að liggja á Glamberg? Halló, hvert eru þið að fara með hraðbankann? Já, sko kortið að Steppa, það festi til vífunni svo við ætlum bara að fara með það heim til hans til að reyna að ná í úr þar. Varstu með rétt pinnnúmer? Nei, maður, það er meinið. Það grunaði mig. Munið eftir pinnnúmerun. Annars gætu þurft að ræna hraðbanka. Íslandsbanki. Og ráðherrann alltaf sjálfur að leggja eitthvað undir í kvöld? Já, ég mun dansa nakin ef viðunandi tilboð fæst til ágóða fyrir sjúkrahúsið á Akranesi. Við stjórnmálamennir verðum að leggja okkar að mörkum til þess að tryggja heilbrigðismálin séu í lagi. Og þá er bara að byrja að hringja gott fólk. Og munið símanúmerið okkar 69 69 69 69. Litlu barna ungarnir, allir brosa breitt, en það getur ekki gengið
að það kosti ekki neitt. Nei, það getur ekki gengið að það kosti ekki neitt. Hér má enginn fóðra, gæsir, svan og önd, gæsir, svan og önd, nema borgi borgar sjóðinn, þú borgar út í hönd, nema borgi borgar sjóðinn, já borgað út í hönd. Vantar alltaf auða í okkar borgarsjó, í okkar borgarsjó, því einn vill eignast perlu sem engum þykir góð, og annar kaupir kalan nestan kyrra sofið bjó, og þess vegna vantar pening og kæra borgarsjó. Sælir strákar, og þið ætlið að taka þátt í söfnuninni. Hvers vegna? Okkur finnst bara gaman að fara í hús. Einmitt, málefnið er gott. Fjármögnun heilbrigðiskerfisins. Já, það er flott. En við gerum þetta bara sko ef sterar verða lifðir. Það er alveg hundleiðilegt að þurfa alltaf að vera símígandi í glas þegar maður er að keppa í lyftingum og svoleiðis. Já, ef ykkur gengur vel að safna þá lofa ég að taka þetta mál upp á næsta ríkisstjórnarfundi. Það þýðir ekki að vera að banna fullorðnu fólki að éta stera ef það vill éta stera. Einmitt. Og þið heim í stofunum takið vel á móti handsöfnurunum. Þú ætlar að gefa í söfnunina, er það ekki? Pabbi! Ég verður nú bara að smetla á það einum, frá íslensku þjóðinni. Peningana eða lífið, Landssöfnun heilbrigðisráðuneytisins. Ný þjónusta. Bara stuð í skurðinum, er þetta svona verkamannastuð? Ekkert svona góða mín, við erum opinberir starfsmenn hérna. Við erum bundnir þagnari. Við höfum ekkert að segja. Hvað er það sem þið með ekki segja? Það er það að við erum hérna. Að leggja ljósleiðara. Ljósleiðara, okkur leggur það úr honum. Það er sko fullkomin vísindaleg skýring á því sem við megum ekki segja frá. Nei, það sem kemur úr þessum ljósleiðara er nefnilega ríkisleyndarmál. Heyrðu, stöktu bara ofan í skurðinu, Hölskan, ef þú vilt fá nánari útskýringar á þessu. Ég held ég get ekki skostnand á því. 15 menn og þeir sem elskistu, og rómflaska með. Afsakið, eru sjúkir alþingismenn komnir aftur? Já, viltu fá þá innbundna eða í kilju? Nú, eru þið komnir í kilju? Heyrðu, þá fæ ég öll 3 bindin. Myndið þið vera svo vænn að pakka þeim inn fyrir mig? Já, sjálfsög. Svo erum við eina nýja stórbók, sjúkraskinna. Ótrúlega sjúkraskrár úr Þingeyjarsýslu, Nonni. Maðurinn minn er nefnilega úr Þingeyjarsýslu. Eigum við ekki að fá þessa líka? Jú. Nei. Verðinni stund, sjáðu á stund, hann allar í sund. Farðu í bað, já, farðu í bað. Verðinni stund, sjáðu á stund, hann allar í sund. Veldu nýstárlega pilsurétti og forvitnileg rótvarnarefni. Farðu í bað, já, farðu í bað. Veldu skyndisamlokur. Í skyndiverslun okkar stofnar þú til skyndikynna. Verðinni stund, sjáðu á stund, hann allar í sund eftir östundar svo léttur í rund. Við dreymur hund, við ljósarnar hund. Veðjum á stund og förum í sund. Hvers vegna ekki að taka upp kvótakerfi á fleiri sviðum þjóðlífsins? Heyrðu góði, þú varst á 150 km hraða. Ég biðst innilega afsökunar. Ríkjuðu. Sá sem lengi hefur ekið hratt á rétt á því að fá gefins hraðakvóta. Hraðinn er sameign ökunýðinga. Landssamband íslenskra kvótaeigenda. Vera utan geimnum. Ekki með þokskála. Ekki með fluguhaugu. Ekki græn. Heldur mennsk vera. Fyrsti íslenski geimfarinn. Bjarni Tryggvason. Vertu velkominn, Bjarni. Takk ykkur fyrir, frændur mínir. Og þú ætlar að rétta okkur hjálparhönd við söfnunina. Well, ég mun ræða við ráðamenn þjóðarinnar að þeir tíma að gefa eitthvað. Mér er ekki til setunarbóðið, verður að fljúa á stað. Takk fyrir. Og söfnunin er komin á fljúandi ferð. Allir sóttu afslátt og sækja hann ekki að spauga með þá afsökunar.
Hann hugsar marga leiki fram í tíman. Finnur Ingólfsson vill láta muna eftir sér. Hann stefnir inn í Íslandssöguna. Segðu mér, Guðmundur, framkvæmdir eru komnar á gott skrið. Já, við káeringar erum afskaplega þakklátir Finni Ingólfssyni fyrir að gefa út byggingarleyfi á þess að standa í ströggli með umhverfismati að hvað þetta heitir nú allt saman. Sko, Finnur hann skilur alveg sérstöðu okkar káringa. Það verður bara með einhverju móti að sporna við þessum fólksflótta úr Vesturbænum og héðan af káarsvæðinu. Nú mun unga fólki okkar fá vinnu í hinu nýja álveri okkar káringa. Þið hafi gert samning að auglýsa Framsóknarflokkinn á búningum ykkar. Eru þetta ekki mútur? Nei, ég myndi alls ekki líta þannig á það, sko. Í rauninni þá þetta bara örlítill þakklætisvottur fyrir skilning ráðherrans, fyrir ekki það? Viljið drulla ykkur upp úr grunnunum hana, krakka skjórastar? Drykkja og dauði, drápu hina, hóa, ráðlega með. Fórstjóri ÁTVR, þið eru að kynna nýja þjónustu, brjóstbirtuleðarar í heimahúsum. Er þetta það sem koma skal? ÁTVR verður að fylgja með tímanum. Við erum að reyna að bæta þjónustuna. En óttustu ekkert drykkjuvandamál á heimilunum? Nei, við treystum fólki til þess að velja hafna. Nú vilji menn hafa áfengislust kvöld, þá ekki skrúa frá krana. En vilji menn hins vegar gera sér glaðan dag, þá stutt að fara. Gjörðu svo vel, Jóhann. Æðislegt, takk fyrir það. Kæra fjölskylda, góði landsmenn, þetta stór dagur í sögu þjóðarinnar. Njótið vel. Heima best, ÁTVR. Jóhanna Sigurðardóttir, heyrur í mér? Já, ég heyri í þér. Einmitt, og þú ert að safna fyrir hjúkrunarheimili? Já, ég vil reisa hjúkrunarheimili fyrir lífsþreytta stjórnmálamenn. Einmitt, og þú ert ákveðin í því að stökkva? Já, ég vil stökkva nema fólk taki sig verulega á í söfnunni. Og þú hefur sett stefnuna á 50 milljónir. Já, ég mun hiklaust stökkva nema fólk drífi fram budurnar. Ég mun stökkva. Guðmundur Óli, nú ert þú búinn að liggja hér á götunni í 3 daga. Ekki nóg komið? Nei! Mér alveg sama hvað margir trukkar keyrir mig. Ég hætti ekki minni mótmæla legu fyrir Landsvirkjun sér af sér. En þetta ekki vont? Vont? Það ekki spurt af því hérna. Þau verið að sökka náttúruferðum landsins. Nú háannatími. Það vel 1000 bílar keyra nú yfir Guðmund Óla á hverri klukkustund. En hann mótmælir sem aldrei fyrr. Gústav Páll, nú hefur þú setið hér á klósettinu í heila viku til þess að mótmæla framkvæmdum Landsvirkjunar. Hvernig líður þér? Hvernig þið svona innanbrjósts? Það erfitt að lýsa því. Er það mikil fólraun? Ég gef skít í það. Segir Gústav Páll harðari en nokkuð sinni fyrr. Grundreykholt mótmælir virkjunar áformum Landsvirkjunar. Hún hefur nú verið hlekkjuð við Hagasundvagnin í 7 daga. Grundreykholt, ert ekki komin með hlaupasting? Nei, það var bara fyrstu 2 dagana. Nú get ég hlaupið endalaust. Já, ég mun hlaupa þangað til Landsvirkjun verður lögð í eyði. Segir Grundreykholt á leiðinni austur í bæ. Hvað segið þið, strákar? Þið ætlaði að safna peningum fyrir... Geðdeild Landspítalans, ég ætla að boksa þar til líkur. Ómar, ég ætla að berja það fyrir 500.000. Já, ég ætla að kýla Bubba kaldan fyrir 1 milljón fyrir barnaspítalann. Ég hlakka til að sjá ykkur berja, strákar. Bubbi, góði! Þetta verður rosalegu bardagi. Bardagi aldarinnar. Þeir eru byrjaðir. Þetta er rótari að Guðsnáð. Það fer í skrokkin á honum. Agaleysi í skólum? Hver segir það? Skoðum málið. Þetta er ógeðslegt. Ég er ekki eins og drullu. Ég vil Batman-súpu. Ég vil fá djævís með sjúklaðisósu. Ég langar í 5 pulsur og kók. Já, ég fyrir þá 18 með byggju. 18 með byggju. Krakkar mínir, ég viðurkenni rétt ykkar til að hafa skoðanir á því sem þið viljið borða.
Á ég að panta pítsu og kák? Já, minn vil stóra kók. Já, 2 lítra. Eigum að láta það duga? Nei, 4. Já. Söfnun heilbrigðisráðuneytisins. Já, sælvina mín. Mikið ég búin að reyna að ná til þín. Fyrirgefðu, ég nefnilega í baði og tólið dálítið sleift af sápunni, skilurðu. Helvítis dónakall. Dónakall. Halló, söfnun. Ráðherra, 2 jarðgöng undir landið, eru þetta réttu framkvæmdirnar á þenslu tímum? Já, þessi göng koma í staðinn fyrir þá fornu fjallvegi, Sprengisandsleið og Kjalveg. Hálendisvegir neðanjarðar. Ferðamennirnir, hvað segja þeir? Vill fólk aka undir kjöl? Já, okkur hefur lengi vantað greiðfæra vegi undir hálendið. Þetta lengir ferðamannatíman. Nú hefur kvissast að boðið verði upp á útilegumenn í Sprengisandsgöngunum. Er þetta rétt, Halldór? Já, við erum að semja við DAS að koma vistmönnum sínum fyrir í göngunum. Ég held að það ætti að takast. En Halldór, nú leggur þú pólitískan frama þinna veði við að koma þessum ævafornu þjóðleiðum undir yfirborð jarðar. Af hverju, Halldór? Ég bora göt í gegnum fjöll, gamna mér við kvenkins tröll, sípað flösku syng við raust, sálar skip mitt svo traust. Undir Kjalveg kallinn minn, keyrðu jeppa drauginn þinn. Segir Halldór Blöndal. Svo hjólið, hald ég. Vegna lélegra rjúpnaveiði hefur skotmönnum verið gefinn kostur á því að veiða bótalítla bændur. Hvernig hefur gengið? Nú, bara svona príla, ég náði 5 í dag, 2 sluppu. En varla kemur þessi bráð í stað rjúpunar, heldur þú kom ekki til með að sakna rjúpnabráðsins? Hann var allt sem ég vitra því ég er búin að láta að hanga. Fjármál kirkjunar voru vægasagt í ólestri. Þá fór ég á kvótamarkaðinn og seldi söfnuðinn og keypti í staðinn safnaðarnefndarformann, vanan fjármálum og nú er ástandið allt annað. Já, fjármálin ganga bara fjandi vel. Frjálst kvótaframsal er lykillinn að velgengni kirkjunar. Landssamband íslenskra kvótaeigenda. Rosaleg fótavinna, maður! En hann er eins og kvikasilfur. Nei, sástu þetta húk, sástu þetta húk! Þetta er heimsklasaboks. Þetta er boks eins og það gerist best á Mars. Sástu þetta ef hann hefði náðum? Nei, sástu þetta, ég trúi þess ekki. Hann er ótrúlegur. Og hann boksar áfram. Hæ, sweet! Sterti sjáðu þannig fellega sætir þessi. Ef ekki að taka bara með okkur upp á hótel? Það haldum við getum eitthvað að noppa hann. Allar með sæta rass. May I see your passport, please? Herru, viltu ekki bara fara að sjá mér brjóstinn? Herru, sett í kvöld. May I see your passport, please? Hann var að spyrja hvort hann geti ekki bara hengið það hjá. Svo þetta. Passport, please. Herru, sko, ég á Ameríku. Byrjar úr sko, langa minn, Leifur Eiríksson byrjar. Hann, fann upp Ameríku. Ég þarf ekkert við hann. Don't understand your language. Ég verður að tala ensku og svo skil. She says that she owns America because her grand lengafu found America, luckily, so she needs no passport. Without a passport, don't get into this country. Please step aside. Please step aside. Oh, don't do this. Oh, shit. Paramedics. Hold my Söfnun heilbrigðisráðuneytisins gott kvöld. Mig langar að gefa dálítið í söfnunina. Dónakallinn, stelpur. Ég er nefnilega í baði
Og ég með stífan fót. Ég þessi sklámhundur, skert á hann. Mig langar að gefa pening. Dónakall, ógeð. Þól ekki svona ógeðslegt. Agaleysi í skólum. Ok, þið fáið að sleppa við prófin. Já, ég viðurkenni að þetta voru mistök af minni hálfu að ætla að prófa ykkur í stærðfræði. Já, ég bara misreiknaði mig. Já, það er mannlegt að gera mistök, ekki satt? Hvað með bjórinn? Já! Nei, það get ég ekki leyft. Það verður aldrei leyft í þessum skóla, aldrei. Svo, ok, 6 bjórar á dag. Já, kippa mann. Í umhverfisvænum umbúðum. Og ég vil ekki hafa kippunur upp á borðunum. Nei, leysið nú. Já, ofbeldi verður ekki þolað í þessu skóla. Leysið. Ljóðus, give me a dab. Ný þjónusta. Karl Jespersen, hönnuður. Viðskilin hafa vakið mikla athygli. Já, hönnunin hefur tekist mjög vel og skilin þykja mjög skemmtileg, einkum á vetana. Því þá sjást upplýstu auglýsingaskiltana mjög vel. En þið ráðlegið fólki samt sem áður að búa sér vel ef það hyggst bíða í skílunum? Já, við gerum það, en það er ekki stór vandamál, það eru flest allir bílu. En þeir sem þurfa að nota strætó? Já, við höfum að velta sér fyrir okkur bara hreinlega banna fólki að bíða í þessu skílu. Því þegar fólk er frosið fast á annar borð, þá er svo mikið hætta að skikki á auglýsingarna. Jæja, hvernig gengur Ómar? Ó, hann yndislega, sástu hærikrossinn? Já. Ó, það var svo fallegur, svo glæsalegur. En bjallan bjargaði Bubba. En ekki aftur, ég rót hann næstu nóttu, allt fyrir bátaspítalann. Það er nefnilega það. Og Bubbi, hvað þú segja? Ég slæja plata til ágóða fyrir geðdeildina, félagi. Það er ekki, þetta er rétti andinn, strákar. Og þið þarna úti, þið haldið áfram að ringja, þó þið náið aldrei sambandi. Og síminn er 69, 69, 69. Halló, Jóhanna, heyrðu í mér? Já, ég heyri í þér. Það eru samtök á línunni sem bjóða 100 milljón krónur til byggingar hjúkrunarheimilis fyrir lífsþreyttar stjórnmálamenn ef þú vildi gera svo vel og stökkva strax. Nei, þá borga mig fyrir að stökkva ekki. Hvaða samtök eru þetta? Þetta virðist vera fjöldahreyfing. Það vilja bókstaflega allir að þú stökkvir. Boðið var að hækka upp í 120 milljónir. 150 milljónir, Jóhanna, fyrir stökkið. Nei, þá borga mig fyrir að stökkva ekki. Er það ekki ljóst? Ég held þú verðir að stökkva, Jóhanna. Þinn dagur er kominn. Og við gefum Jóhannu gott klapp. Og þögninni rúlar áfram. Er mengun í pottum líkamsræktarstöðvanna? Hver er þín skoðun á því? Hreinn Hreinsson, forstjóri Hitt Holt. Þetta er bara helvítis kjaftaði. Þetta er bara einhver skíta áróðar og einhverjum drullusokkum. Ég meina það er ógeðslega lygi að halda þið fram að menn fari löðsveittur og illa skemmtir ofan í pottana hérna líkamsræktarstöðvanum. Passa ekki. Fyrirgefðu, Hreinn. Hvað var þetta? Ekki neitt. Skítur á priggi. Þú getur fengið á mér 3 magasjúklinga ef ég fæ í staðinn 4 astmasjúka. Þetta eru allt króníski magasjúklingar? Já. Já, tonna móti tonni. Já, flott. Sá sem lengi hefur lifað á langveikum á rétt á sjúklingakvóta. Sjúklingarnir eru sameign læknastéttarinnar, Landssamband íslenskra kvótaeigenda. Ný þjónusta. Lögreglan út í hverfinu. Lögreglan nær borgurunum. Löggan kemur alltaf á matur- og kaffitími. Löggan kemur líka alltaf þegar pabbi fer á næturvaktina. Mamma segist aldrei vera hrædd en pabbi sé ekki heima á nóttinni. Löggan okkur er alltaf hress og kát og drífur mömmu með sér í heimaleikunni.
Jæja, verður með góðu. Já, takk að skam. Löggan tekur vel á móti pappa þegar hann kemur þreyttur heim úr næturvinnunni. Eftir morgumat keyrir löggan mömmu í vinnuna. Svo fer löggan í næsta hús og drekkur kaffi hjá konunni þar. Maðurinn hennar vinnur á daginn. Öllum í götunni þykir vænt löggan okkar. Lögregluþjónninn er vinur þinn. Lögregluþjón inn á hvert heimili. Handhafi snjallkortsins hefur tvisvar farið í áfengismeðferð á Vogi. Snjallkortið mælir gegn áfengiskaupum korthafa. Hvað er þetta? Það alls konar upplýsingar á þessum snjallkortum. Já, hvað greiðslukort að skipta sér af því sem ég kaupi? Ég kaupi bara áfengi með sýnist. Þú ert áfengissjúklingur, snjallkort þitt varar við áfengiskaupum. Haltu bara kjafti! Ljótur munnsöfnuður bætir ekki úr skák. Snjallkortið neitar að afgreiða áfengi fyrir þennan mann. Ertu ekki með eitthvað gömlu greiðslukortuna þínum? Ég hef þegar lokað öllum reikningum handhafa míns. Hörðu, þú þykist að hafa vit fyrir mér. Ofbeldisverk gegn snjallkortum er refsiverð samkvæmt lögum. Snjallkortið hefur vit fyrir þér, asni. Já, áhöfnun á Akrabergi býður 2 milljónir fyrir að sjá heilbrigðisráðherra dansa nakinn. Það var lagið, strákar, og nú vonum við að flotinn sé að taka við sér. Ég er afskaplega glöð. Sjómennirnir eru mínir menn. Þeir vita hvað þeir vilja. Jafnvel þó þau þurfa að borga of lítið fyrir það. Einmitt. Hann hefur tvisvar orðið gjaldþrota. Hann hefur alltaf haldið fram hjá konunni sinni. Hann hefur 14 sinnum verið tekinn fyrir ölvunarakstur. Hann hefur aldrei skipt sér af uppeldi barna sinna. Hann hefur aldrei stundað líkamsrækt. Hann reykir aldrei nema þegar hann er í glasi. Hann hefur aldrei þóst vera annar en hann er. Hann er einn af okkur. Kjósum Sigur Svein í fyrsta sæti. Kjósum hann með reynslu. Við erum stödd fyrir utan æfingastöð Jóns Arnars og ætlum að taka hann tali. Árangur þinn, Jón Arnar, hefur batnað stórkostlega á árinu. Hverju viltu takka þessa velgengni? Það er fyrst og fremst andlitsmálningin. Þú hefur þróað þessa málningu hægt og bítandi. Já, ég hef þróað þessa líkamsmálningu í samvinnu við þjálfarann minn. Já, en það er ekki bara líkamsmálningi, Jón, sem skýrir bættan árangur, er svo? Nei, það eru líka nýjuskotnir. Við höfum komist að því að við getum stórbætt árangurinn í 400 metra hlaupi með því að láta gaddana á skónum snúa inn. Já, einnig í kúluvarpi, það er mjög góður árangur. Já, þar hefur þjálfarinn minn líka beitt nýrri aðferðafræði. Til hamingju. Þjóðleikhúsið flytur til Hjalteyrar. Kemur þetta þér á óvart, Örn? Já, ég verð að viðurkenna það. Þetta kemur svona dálítið óvart. Hvers vegna? Er þetta ekki stefna ríkisstjórnarinnar? Jú, að vísu, en maður er kannski bara vanur því að hafa Þjóðleikhúsið í Reykjavík, sko. Stefán Baldursson, þjóðleikhússtjóri, flutningurinn til Hjalteyrar. Kemur þessi ákvörðun á óvart eða áttirðu von á þessu? Já, bæði og. Það kemur okkur óvart að þetta skulle eiga að gerast svona fljótt. Það hefði verið þægilega að fá að ljúka leikárunu hér syðra, en við erum hvergi bangin og við hlökkum til að takast á við nýtt rekstrarumhverfi. Aðeinslegt. En nú hefur þú sagt upp allu starfsfólki leikhúsins eða hvað? Já, allir þeir sem að kjósa að fylgja okkur norður eiga að kosta á endurráðningu og ég er sannfærður að megnið af okkar góða starfsfólki mun fylgja okkur. Pálmi, flyst þú norður á Hjalteyri? Hjalteyri? Já, maður er náttúrulega í leikhús til að leika, ekki satt? Og það má alveg búast við því að fólk flykkist á leiksýningar á Hjalteyri. Sérstaklega ef ég er í þeim. Já, það er náttúrulega svo góðar laxveiði áráttu fyrir norðan, en það eru nú kannski allar frosnar á veturna, en það eru auðvitað leiklisti sem skiptir megi máli, ekki satt? Ég er nú hálfpartinn alinn upp í Hrísey, þannig að þetta verður svona eins og, já, bara koma heim, held ég. Jú, það verður notalegt að skreppa skaka mótana fyrir æfingar. Já, ég gera ráð fyrir því að fara norður. Stefán, heldur þú að það hafi ekki haft áhrif á ákvörðun að þú ert fæddur á Hjalteyri? Nei, það held ég ekki. Nei, það er semst ekki verið að hygla sveitungum þínum.
Nei, en Hjalteyringar eiga náttúrulega ekki þurfa að gjalda þess að ég fæddur á staðnum. En hvað verður Þjóðleikhúsið, það er að segja bygginguna sjálfa? Hver verða örlög hennar, Stefán? Já, það verið að athuga möguleika á því að fleyta leikhúsinu norður, sjóleiðina. Þetta náttúrulega mikið og þungt hús, en það verið fyllt af frauðplastkúlum. Það allt hægt ef viljinu fyrir hendi. Búninga- og leikmunadeildin var dregin norður í síðustu viku og gekk mjög vel. Það mér sönn ánægja að fá að afhenda íslensku bókmenntaverðlaunin sem í ár hafa alveg sérstaka þýðingu fyrir vöxt og viðgang heilbrigðiskerfisins. Bókmenntaverðlaunin í ár hlýtur bókin Sjúkir alþingismenn 1944 til 1998. Doktor Erni Snorri, má ég biðja þig að veita verðlaununum viðtöku? Já, þakka þið fyrir. Í mínu riti gefur að líta sjúkraskrár allra alþingismanna frá stofnun lýðveldis og víst má segja það merkilegt hverju sjúkir frá hrundið í framkvæmd. Takk fyrir. Sigurlína, ekki þræll barna sinna. Sigurlína, ekki konan að baki manni sínum. Sigurlína, sefur hjá þegar hana langar til. Sigurlína, kaupir bílinn sinn sjálf, eiginmaðurinn fær að þrífa. Sigurlína, konan með dýran smekk. Sigurlína, sú sem við höfum beðið eftir. Sigurlína í fyrsta sæti. Nútíma kona með nútíma farmur. Ný þjónusta. Er þetta þú, helvítið? Ég festi þig ekki, maður. Helvítið flotta brúðmyndir sem þú teknar á okkur. Já, ég veit að það er fleiri hérna en þú. Já, flott kettringin, maður. Já. Nei! Mörgum þykir af því ami þegar fólkið á næsta borði byrjar að tala í farsíma. Við höfum fundið lausn á þessum hvimleiða vanda. Nei, við? Hvað á svona lagað að týna þetta? Örsímum er komið fyrir í öllum dýrari réttum á matseðlinum. Góð. Halló. Já, halló, Trólaður. Já, blessaður. Þegar örsíminn hringir er auðvelt að svara án þess að valda öðrum gestum ónæði. Ég reyni að gera það. Allt í lagi. Já, bless. Þú verður ekki að styrka, mamma mín. Mamma. Já, allt í lagi. Gleypti símann. Ekkert að óttast. Örsíminn gengur auðveldlega gegnum meltingarveginn. Örsími þegar þú ferð út með elskunni þinni, Mal. Sóla Róshildardóttir, velkomin heim. Takk fyrir. Nú hefur þú verið að slá alveg rosalega í gegn í New York sem fatahönnuður. Ekki fatahönnuður, fatahanna. Ég er sko hardcore feministi. Mamma mín er gammal rauðsokkur og ég vil ekki láta nefna mér eitt kalla nafn. Sko, ég myndi freka mér að þetta niður dæð. Sóla, sem fatahanna hefur þú slegið í gegn með vistvænum fötum. Já, ég hef heyrt flest mín fráefni úr sorpgámum í New York. Og sko fyrirtækið mitt heitir Sola Garbage Wear. En nú ertu komin heim með nýja þjóðlega fatalínu og ætlar að leggja söfnuninni lið. Eigum við að fá að líta á nýju línuna? Já. Hér sjáum við sumarbúning Karla. Hann er saumaður úr gervigrasi og skreyttur ilmandi íslenskum smáblómum. Hatturinn minnir á plastbakkað hey á grænu túni. Hér er vetrarbúningur Karla. Hann er saumaður úr steinull frá steinullarverksmiðjunni á Sauðárkróki. Sumarbúningur kvenna er afar vistvætt kjóll, takið sérstaklega eftir bankettinni. Vetrarbúningur kvenna er sniðinn eftir gamla góða svefnpokunum. Afar góður að sofa í undir berum himni eftir þorrablót. Þjóðbúninganefnd hefur samþykkt þennan hátíðarbúning. Samkvæmt fánalögum er þó skylt að afklæðast honum fyrir sólarlag og brjóta hann rétt saman. Hvað er að gera hérna? Ég hef engu stólið. Nei. Það er fengið frá Bjarnar. Veistu það ekki? Hvað er eiginlega að gerast hérna?
veistu? Ég veit það ekki. Þú ert búinn að ná þér í 50.000 IKEA frípunta. Já, og þér og allir þinni fjölskyldu er boðið að gista og borða úti í heila viku á kostnað IKEA. Já. Mynd. Hvernig sleppti þér? Hvernig sleppti? Sástu? Alveg, góð daginn. Þetta er 4. dagurinn sem heppna IKEA fríkortafjölskylda dvelur í versluninni. Fjölskyldan sefur annarkvort í IKEA svefnherbergjadeildinni eða í rúmdínudeildinni. Þau borða venjulega morgunmat í IKEA eldhúsdeildinni. Á kvöldin gera pabbi og mamma sér glaðan dag og borða IKEA kjötbollur og dreipa á IKEA rauðvínsglösum við IKEA kertaljós. Og í IKEA stofunni er gaman að bregða á leik í léttri IKEA sveiflu. Pétur, ég er bæði með Gústa og... Agaleysi í skólum. Hver segir það? Skoðum málið. Já, ég sé ég tröfla, ég kem það bara setna svona þegar betur stendur á. Hörru, fær þú ekki borga fyrir að vera hérna? Jú, að vísu. Að vísu? Ertu eitthvað að reyna að svíkjast um? Nei, ég held kannski að bara þið viltu fá næði. Það er ekkert svona helvítis bull hérna, þú fær borga fyrir að vera hérna og þá er líka eins gott fyrir að standa þig, annars verður þú bara reki. Og hvað heldur að þú fá að vinna? Ekki mælu við með þig. Hei! Er ekki smá möguleiki á þeim að fá að tala í símanum ykkur? Við hljóta að fara að opna. Dökk óhugskýjun hrannast á himinin, kuldinn bítur inn að beini. Það bergmálar á auðum hvítum göngunum, hefur lífið glatað tilgangi sínum. Komum við hvert öðru, ekkert við. Þeir heppnu bíða fáuna vikur, aðrir mánuði jafnvel árum saman. Þeir óheppnu komast aldrei undir læknishendur. Ástandið er alvarlegt. Gauti Jónsson yfirlæknir, stanslausar fjöldauppsagnir í 5 ár. Fjöldauppsögn er neyðarréttur einstaklingsins. Já, ég meina sjúklingar Gauti, hvað þá? Þetta kemur þeim óskum lítið við. Þeir eru hvort þeir allar á biðlistum. Sko, heilbrigðisráðherra hefur neitað að ræða við ykkur í 4 ár. Eru það launakröfurnar sem brýtur á? Nei, það er sá gerningur að fækka fallegum hjúkrunarfræðingum á næturvöktum. Ný þjónusta. Agaleysi í skólum? Velkomin til náms. Akademist frelsi er hugtak sem þið munum fá að kynnast að eigin raun innan vébanda háskólans. Okkar markmið er þroski, menntun og menning einstaklings og samfélags. Allir tilbúnir að gera sitt besta? Vaxtarrækt er voða gaman, við förum alltaf saman í heitan pott. Þótt sumir sé að þrautum þreyttir, jakaðir og sveittir, mér finnst það gott. Og þó að eitthvað sé með sveppi og aðrir fitu keppi, þá skýtt með það. Stundum fæ ég sting í maga og stingin til að laga, ég fer í heitt bað. Í pottinn prumpar svona, í pottinn prumpar svona, og allir prumpar með. Þú getur það, já.
Óttu að bara að koma. Jöfull eru þeir leiðilegir þessi sjúklingar. Já, svona kortir í 10, eitthvað svo leiðis. Fyrirgjöðu. Jöfull eru þeir leiðilegir þessi sjúklingar. Já, það er ekki nóg með að maður þurfa að lækna þetta lið. Þetta þarf maður líka að hlusta á það. Ég meina, hver borgar manni fyrir það? Maður hlusta nú ekki á hvað sem er fyrir skít og kaup. Nei. Jæja, elskurnar, hvernig líður okkur í dag? Hann kemur og hann fer eins og fljúgandi furðuhlutur. Hann hefur meiri hljóð en aðrir menn. Þjóðin elskar hann. Kollegarnir hata hann. Eins og algengt er á Íslandi. Það er aldrei hljótt hann. Kristján Jóhannsson, stórsöngvari beint úr fræðaför frá Kína til að leggja söfnuninni lið. Velkomin Kristján Jóhannsson og kínverska stórsöngkonan Honjila. Ég fór til Kína, klæddi mig í slopp. Kínverjar allir æptu þá stopp. En ég skildi ekki þeirra skrýtna gól, skoðaði það sem hól. Söng bara að venju, svimandi hátt, svo tækju mig í sátt. Þá kom þar út eitt keisaralegt flagði, kvaðst ekki að þetta ótuktar bragði. Ég hendist þá með látum upp á háa sjö, svo hún seiga hún njö. Konuna kýsti ég síðan þétt, kvendið var ekki létt. Sögur hve ástin er fögur, en hver hefði trúað því að hann tæki mig taki, ég fjalli með braki fyrir þessum bryknagni. Við nutum ástanótt og dag, því nautnir eru okkar fag. Við átum rækir rjómaksmjör, í rekkunni var ný þjónusta. Kári Sölmundsson, þetta þróunarverkefni er unnið í samvinnu við skólarannsóknardeild. Já, við höfum verið í góðu sambandi við skólayfirvöld og hér á skólalóðinni hefur verið selt dóp í 10 ár og krakkarnir hafa verið að kaupa þetta og ekkert vita hvað þau voru að kaupa. Ná, en í dag vil fólk miklu meiri þjónustu. En nú erum við að ræða eiturlið sem bannaður að selja samkvæmt íslenskum lögum. Íslenskum lögum, ég meina, það mátt ekki flytja inn kjúklinga þetta fyrir nokkrum árum. En markaðurinn ræður. Það er lögmálið. Já, æðislegt þetta. Segir Kári Sölmundsson, forstjóri íslenskrar eiturdreifingar hæð. Góðir Akranesingar, það ríkir mikil gleði og bjartsýni hér á Skaganum. Fyrst fengum við Hvalfjarðargöngin og síðan þessa undra pillu. Það má segja að hér standi á öllum og... Það standi allt til bót átti við. Fólksfjölgun má heita tryggð. Þess vegna höfum við í bæjarstjórninni ákveðið að frá og með deginum í dag heiti fjallið okkar frá þeirra Viagra fjall. Viagra fjall og Skarðsheiði, eins og fjólubláir draumar. Af Viagra pillunum eflist og ástar líf. Jagger, is it really you? You are coming, right? Oh, wonderful. I love you, Jagger. Yes, the place is called Sundahöfn. Yes, in Reykjavík. Marvelous. Looking forward to see you, Jagger. I love you. Þeir koma. Ég er búin að negla þá. Stones koma. Yes, 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 yes. Já, þeir eru komnir. Hljómsveit aldarinnar sem íslenska þjóðin hefur beðið eftir í meira en 30 ár. Og þeir eru lendir. No satisfaction. I can get no satisfaction, but I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. I can get no satisfaction. But you are not the Rolling Stones. Oh no, heaven forbid. We are the Falling Stones. Yeah, we are the Falling Stones. We are a much older group than the Rolling Stones.
And you are? My name is Michael Swagger. You may call me Mick Swagger. But the Icelandic people was expecting the Rolling Stones. Yes, it's a common mistake. We are often taken for being the Rolling Stones. That is because, you see, the last part of the group's name is exactly the same. Aha. But was you not surprised when you were asked to do this gig here in Sundahöfn, Iceland? No, not at all, my friend. We've been all over Ireland in our container. We have even played Belfast once. Really? Yes, our poor drummer, God rest his soul, was shot by Protestants. Aha, so he must have been a Catholic. Oh, no. He was just a very, very bad drummer. Very bad drummer. Very bad. Yeah. Það hafa verið smá vandræði með símakerfið. Það hringdu bókstaflega allir símar í heimi og kerfið bókstaflega er að fuðra upp. Og safnirinn heldur áfram heitari en nokkru sinni fyrr. Hand, safnararnir okkar, gefum þeim gott klapp. Það bara svona. Já, þið hefur ekki legið á liði ykkar strákar. Bíllyklar. Það vil líka safna bílum. Já, maður tekur bara lyklana og sækir bílana. Já, svo þarf að opna þessa sparibauka hérna. Já, við fáum fjármálaráðherra til að brjóta þá upp. Hann kann lagið á sparibaukum. Já, strákar, þið hafa unnið vel fyrir mat ykkar. Heilbrigðisráðuneytið býður upp á 130.000 kaloríum máltíð í kaffivagninum. Gefum söfnunum gott klapp. Já, þetta með sterana. Við viljum fá að éta þá í friði. Já, ef Jóhannes í Bónus vill flytja þetta inn, þá auðvitað skoðum við málið. Þetta snýst það að einhver hafi hagað því að flytja sterin í landið. Einmitt. Minn tími mun koma. Ég held að þetta fólk ætti að vera að fara á Bosníu. Jú, en það hlýtur bara að vera einhver rugl. Það hlýtur að vera. Jæja, þetta allavega nýbúar. Mamma lægir veit þú! Tilbúið, blessað. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til ykkar nýju heimkynna. Ég vissum að Vestmannaeyingar taka vel á móti ykkur. Þar mun ykkur ekkert skorta. Hello, Vestmannaeyingar. Já, það skiptir ekki máli. Það verulega dýrmætt fyrir íslenskt samfélag og styrkir okkur sem þjóð að fá það menningarkrydd sem þið færið okkur. Hello, Hér afhendi ég ykkur lyklana af framtíða heimili ykkar. Ég vona þið eftir að njóta vel og lengi gerur vel. Já, þetta er lyklar, já. Nú hafa þeir Bubbi og Ómar safnað samtals 30 milljónum. Þetta getur bara verið betra. Þetta er svo skemmtileg keppni sem gamalli hjúkrunarkonu finnst mér alltaf gaman að sjá blóð. Einmitt. Og Ingibjörg, nú stefnir að því að þú munir eftir skamma stund fyrst allra ráðherra að dansa nakin í sjónvarpssal. Ertu kvíðinn? Þvert á móti. Stjórnmálamaður verður að vera reiðubúinn að fylgja sannfæringu sinni. Box, 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 snemma morgni. Box, 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 seint að kveldi. Box, 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 yfirleitt. Í boxi kann ég minnin ekki neitt. Að gefa þér á lúðurinn en listinn því. Að loka á þér túlanu með grín. Að kýla þig í nefið í kátum stað. Og kyrja sína saman þennan brag.
Box, 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 snemma morgni. Box, 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 seint að kveldi. Box, 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 yfirleitt í boxi kunnu minnin ekki neitt. Hey! Og þú ætlar bara að smetla þér í fytusog áður en þú dansa fyrir þjóðina? Já, mér sagt ég hafi tíma til þess. Já, tækin eru til. Viltu leyfa okkur að fylgjast með aðgerðinni? Auðvitað, ég hef ekkert að fela. Já. Góðan dag. Hei, sæl. Það bara að fara út úr hárinu svona? Já, það er að þetta Nýbúarnir hafa aðlagast vel. Þetta er vænt og duglegt fólk. Þeir stunda hinn ýmsu störf og falla vel inn í samfélagið. Já, ráðherra, það er verið að fytusjúga þig, en þú ætlar ekki að láta þar við sitja. Nei, ég ætla að láta lengja mig 30 cm og samhæfa síðan aðra líkamshluta samkvæmt ISO 2000 gæðastuðli. Einmitt, en þú ert ekki smeyk að eiginmaðurinn ber ekki kennsla á þig þegar þú kemur heim? Nei, ég veit, hann þekkir rödd mína. Þú lítur sem svo á að ráðherra sé alltaf sami ráðherran, þó svo hann skipti nánast líkama. Já, hvað er merkilegur við það að skipta líkama heldur en að skipta flokk? Sál mín mun tilheyra Framsókn. Hvað sem líkamann verður. Svæfi þennan sjúkling. Ég set á mig grímu. Við líta galla ljóta. Leið mér hegja glímu. Já, ég umskapa alla þætti. Á sín tím verður slétt og fín. Stoltur rassinn fæst inn að drætti. Stöktu ykkur til mín. Komið þið með kutan, hrókana og tvinna. Hraðar hendur mínar, hetjut á þér vinna. Já, ég umskapa alla takti. Á sín tím verður slétt og fín. Stoltur rassinn fæst inn að drætti. Stöktu ykkur til mín. Ég þól ekkert vær. Þrýst í hnífnum minn er stæl. Móta brjósk og bein. Bæta til út eitt smör. Þól ekkert vær. Þól ekkert vær. Og þá er komið að því sem öll þjóðin hefur beðið eftir. Heilbrigðisráðherra, gjörðu svo vel. Farðu úr kápunni frú og snú. Er þetta þú? Mín ær og trú. Frá toppan í táp. Hvað er að gera? Símalínu er að springa. Því hún líknar sjúkum. Já, hún líknar sjúkum. Með línum mjúkum. Hún er öll svo hlý. Og þungun í spáni. Við eigum Já, þetta hefur gengið vel, Hjálmar ráðherra. Ánægður? Já, bara mjög ánægður. Þessu söfnun heilbrigðisráðuneytisins hefur gengið alveg mega vel, sýnist mér. Já, Geir, næsta ár er það skattlaust? Aldrei að vita. Það fer eftir í hvernig stóra söfnunin hjá ríkissjóði gengur núna í janúar. En það er alveg ljóst að frjálsframlög einstaklingar eru greinilega framtíðin. Einmitt. Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur, gleði skín af vonar hýrri brá. Eins og á vori laufi skríði stundur, lifnar og glær.
síðan kætin þá. Og meðan þrúgna gullu tárin glóa og guða veigar lífga sálarinn, þá það víst að bestu blómin gróa í brjóstum sem að geta fundið til.